Vox Arena, listaráð nemendafélags Fjölbrautaskóla Suðurnesja, frumsýndi á dögunum leikritið Hairspray. Þar fór Brynja Ýr Júlíusdóttir með eitt af aðalhlutverkum leikritsins, en hún kom að ýmsu öðru í ferlinu. Þar á meðal hún formaður Vox Arena, aðstoðarleikstjóri, söngþjálfari og höfundur leikgerðar svo dæmi séu tekin. Brynja segist hafa mikinn áhuga á því að starfa við leiklist í framtíðinni og sama hvað framtíðin beri í skauti sér muni leiklistin ávallt fylgja henni. Hvernig eru sýningarnar búin að ganga hjá ykkur hingað til? Þær eru bara búin að ganga rosalega vel. Tróðfullt hús, fyrstu 2 sýningarnar, hefði mátt vera aðeins meira á síðustu 2, en samt búið að ganga alveg ótrúlega vel. Erum búin að fá frábærar umfjallanir. Þetta er bara búið að vera rosalega skemmtilegt. Þetta er búið svolítið langt ferli hjá ykkur, eða ekki? Búið að vera, frekar langt ferli. Við byrjum að æfa fullu svona miðjan janúar, en svo náttúrulega Vox Arena búið að vera að sjá að setja upp leikritið og skipuleggja fyrir leikritið bara alveg síðan í byrjun haustsins, þannig að... Þú ert formaður Vox Arena, eða ekki? Jú, ég formaður Vox Arena, tók við af Jóhönnu eftir áramót. Þannig þú ert búin að vera svolítið meira í þessu heldur en bara að leika eitt af aðalhlutverkunum í leikritinu? Já, ég kem að allri uppsetningunni og ég er höfundur leikgerðar, samdi einhverja lagatexta og er líka söngþjálfari og er bara mjög mikil allt múlíkt manneskja í þessu leikriti. Það ekki mikið skipulag til að ná að sinna öllu þessu á svona stuttum tíma? Jú, það þarf svakalegt skipulag. Bara lífið mitt er bara eitt stórt skipulag. Sérstaklega þegar maður er að útskrifast núna. Þannig að þetta er búið að taka rosalega mikið á, en þetta er búið að vera rosalega skemmtilegt. Geturðu sagt okkur aðeins frá leikritinu? Hvað fjallar það? Leikritið fjallar sem sagt stelpu sem heitir Tracy, sem að ég leik, og hún er að reyna að vera frægur dansari með því að fara í Corny Collins þáttinn, en fordómarnir fylginni þar sem að hún er í yfirþyngd og hún kynnist svo fátækum stráki. Við þurftum að nota fátækt en ekki kynþáttafordóma, og hún hjálpar þessum fátæka stráki að komast inn í þáttinn, og leikritið gengur rosa mikið út á bara fordóma og boðskapurinn er mjög fallegur og já. Geturðu útskýrt aðeins fyrir mér hvernig æfingaferlið er búið að ganga fyrir sig? Já, strax miðjan janúar þá voru pröfur og það bara kastað mjög fljótlega í hlutverk, bara miðjan janúar líka. Og við fórum strax að æfa söngva og dansa. Við biðum með leikinn í smá stund af því að leikstjórinn okkar var sjálfur að vinna í öðru verki. Svo miðjan febrúar þá bara fórum við fullu í leik og söng og dans og bara kláruðum þetta. Var smá erfitt af því að við þurftum að æfa í 88 húsinu til að byrja með, af því að það var sýning hérna. Komumst inn í leikfélagið bara byrjun apríl, hentum þessari sviðsmynd upp á 2 dögum og dröfum þetta af. Þannig að það var alltaf erfitt svona undir lokin að fá svona lítinn tíma til þess að vera í okkar eigin húsnæði. En þetta gekk samt mjög vel fyrir sig. Þið eru svolítið mörg sem að komið að þessari sýningu, er það ekki? Jú, við erum alveg 50 í heldina sem eru bæði upp á sviði og baksviðs og sem dansa. Jóhanna Jean, hún er frábær danshöfundur og er líka að leika Seaweed, fátækastrákinn sem að Tracy kynnist. Og langflestur úr FS, ekki alveg allir, þar sem að það er skortur á leikurum í FS. En allt voðalega hæfileikaríkt fólk og mjög skemmtilegt að vinna með þessu fólki. Við erum öll mjög náin, gott samstarf á milli okkar. Þetta er ekki fyrsta uppsetningin sem þú tekur þátt í hérna í leikfélagi Keflavíkur, það nokkuð, Brynja? Nei, alls ekki. Þær hafa verið nokkuð margar. Hafa einhverjir í fjölskyldunni svolítið verið í kringum leikfélagið, það ekki? Já, má eiginlega segja bara að ég hafi alist upp í þessu húsi. Mamma og pabbi bæði í þessu. Mamma er búin að vera formaður og ég held hún hafi bara gegnt öllum stöðum í stjórn leikfélagsins. Pabbi líka, örugglega. Og ég er að fylgja mjög mikið í þeirra fótspor og það er bara rosalega skemmtilegt. Er þetta eitthvað sem þið langar að vinna við í framtíðinni? Það er alveg góð spurning sem ég er búin að velta mikið fyrir mér, en ég er ekki búin að ákveða neitt, en það væri rosalega gaman og ég veit að hvað sem ég mun gera í framtíðinni þá mun leiklistin alltaf fylgja mér á einhvern hátt, saman hvort það veri atvinnu eða áhuga. Eru margar sýningar eftir hjá okkur? Við eigum 5 sýningar eftir. Hvar getur fólk nálgast miða? Fólk nálgast miða í síma 659 28 20 eða með því að senda skilaboð á Hairspray NFS inn á Facebook. Ég
mamma, ég